að mér út að halda. Örlögin valda því mörgum á. Laugardaginn 3. maí er fjallaskíðamót á Tröllaskaga. Byrjaði í Heljatröð í Fljótum og gengið þar upp í Siglufjarðarskarð og svo niður fram á skíðasvæði Siglfirðinga og að Illviðrishnjúk. Og þetta er 7 km gangur og 650 metra hækkun, þannig að þetta er heljaranum púl. Þetta er mót sem er haldið í fyrsta skipti? Já, hefur aldrei haldið áður fjallaskíðamót hérna á Íslandi og þetta er byrjunin, byrjaði núna. Hvernig kemur þessu hugmynd til? Er þetta ekki alltaf glæfralegt? Nei, það er hægt að velja sig alls konar línur og leiðir til að ganga, en þetta ætti nú að vera nokkuð safe. Það komið svo mikið fjallaskíða menning á Tröllaskaga og það kemur með eins og þyrluskíðinni og það er mikið af útlendingum sem er að koma bara í vegum, ganga á Tröllaskaga og mikið gróska í þessu hérna á landsvísu á fjallaskíða menningu og mikið bara þetta á Tröllaskaga, en það eru fjöllin og aðstæður til þess þar. Þið ætla ekki reynilega að stíla inn á ferðamenn í þessu sambandi? Já, ferðamenn og jafnvel, ef þetta reynum að halda þessu dampi ár frá ári og reyna að fá fleiri alþjóðlega keppendur og bara hafa gaman að þessu. Þetta er skemmtileg útivera að ganga á fjöll og skíða. Og einhver er búinn að skrá sig til þátttöku? Já, það eru 20 keppendur, 2 erlendi keppendur sem eru með. Og veglega velun, skils mér? Já, fyrstu velun þá er þyrluskíðin hjá Eleven Experience og Orra Vigfúsinni og önnur og þriðju velun það er veglega velun frá Fjallakofanum. Þessi þyrluskíðun, er það eitthvað sem er að taka á þessu mynd hérna á Tröllaskaga? Já, hún er alltaf að stækka og stækka, komið 3 fyrirtæki á Tröllaskaga og mikil gróska í þeim efnum. Og þið fændalega fáið gott veður. Þessu móti var frestað daginn? Jú, þetta átti að vera á föstudaginn langa, páskana, og vegna veðurs þá er þetta fært núna á laugardaginn 3. maí. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af skíðaleysi á þessu svæði? Nei, það er nægur snjór og langt fram á sumar, þannig að það er hægt að stunda fjallaskíðin og Tröllaskaga langt fram í júní. Og Fljótona líka það sem þið byrjið? Já, það er hægt að vera alls staðar í kring. Á þessum vegi lífsins dagur hvíl.